Björgunarsveitin hérna í Norðfirði hefur fengið til sín mjög öflugan dróna. Þetta sérhæft tæki, leitartæki og nýtist svo sem í ýmislegt annað og við ætlum sem sagt að kynnast þessu tæki. Þetta tæki hérna, þetta bara monster, bara trillitæki. Já, þetta það nýjasta í drónavæðingu og við fengum þennan núna í vor og við erum verið að prófa okkur áfram með þetta og við erum vonað að þetta nýtist í aðstoð okkur við okkar störf. Hvert verður hans hlutverk svona, í hvað hann ætlaður? Drónarnir eru ætlaðir, kannski fyrst og fremst leitartæki. En svo nýtast þetta líka vel í fjallabjörgun og svoleiðis, bæði til að staðsetja og finna leiðir og eins til að lýsa mönnum í myrkri. Það er með öflugan kastara á þessu hérna líka. Og myndavélarnar nýtast svo þetta vel í leit, bæði venjuleg myndavél eða zoomvél og svo hitamyndavél. Og svo hægt að nota svona græjur til að senda út frá vettvangi eða senda myndir til stjórnstöðvar og svona svo að menn hafi yfirsýnina. Þannig að það er svona ýmislegt sem hægt að nota þetta. En svona þegar menn eru að skoða og spyrja ykkur, þeir fáið sjálfsagt alls kyns upplýsingar eða alls kyns spurningar. Hversu langdrægur hann? Já, þeir segja hann geti flogið 15 km frá fjarstýringunni en við höfum ekki prófað það svo langt. En við fljúum hérna við fjörðinn eins og ekkert sé og hérna upp í fjallstoppa. Þannig að mann finnst það bara nóg, held ég. En svona stykki, þolir sjálfsagt töluverðan vind til dæmis og nauðsynlegt yfir vetrartímann? Já, þetta á að þola, alltaf sé ekki gefin upp fyrir 15 metra, hann kemst á sekundu, kemst alveg í 19-20, þannig að hann þolir svona talsverða vind og svona einhverju úrkomu. Ekki kannski alveg slagviður en hann þolist talsverða úrkomu. En hversu langt getið þið flogið? Já, við komumst örugglega þessa 15 km og tilbaka aftur, ef við reyndum það. En við getum flogið í svona 35 mínútur með þessu myndavélum á honum. Þannig að það er kannski það helst að hafa tíman á lofti til að skoða og leita og annað. Svo færir maður sér bara nær, en við getum flogið alveg þó nokkra kílómetra frá okkur. En hitamyndavélarnar sem eru í drónanum? Já, þetta eru góðar vélar og það nýtast auðvitað, þau geta nýst til að leita að fólki og annað og þetta eru rándýrar vélar, þetta eru góðar vélar. En við höfum eftir að æfa okkur betur og prófa með þetta en það er greina fólk frá umhverfinu. Eru björgunarsveitir, eru þær svona þessi misseri núna svona að dróna væðast? Já, og það er svo sem búið að vera í gangi nokkur ár. Það er kannski sérstaklega núna kannski undanfarið árið svona þegar þessi útgáfa kom. Þetta er svona björgunarsveitar drón inn. Við erum farin að þola smá veður og vind og hafa flugtíma og dragi. En það eru orðnir 3 sveitir á Austurlandi og 4 ef við teljum Hornafjörð með sem eru með svona stóra dróna. Þannig að þessi þróun er í gangi og allt land. En svona tæki, svona drónar geta örugglega ofta tíðum skipti sköpum, þeir spara mikið mannskap, geta gert það? Já, og kannski sérstaklega til að í leit og til að kannski útiloka svæði sem er erfitt að komast á, hættulegt að komast á, tímafrekt, þá er þetta að skoða þau og eins þá til að hjálpa mönnum að finna leið í fjalllendi eða hvað sem er, þannig að þetta getur spara sporin en þetta sækir svo sem ekki sjúkling eitt og sér en þetta getur hjálpað til við að staðsetja og finna leiðir. En hvað með svona önnur verkefni, ekki bara leitarverkefni? Já, við höfum verið að skoða til dæmis með Veðurstofunni snjómælinga, eða hjálpaðum við snjómælingarnar. Það er verið að lesa stígum upp í fjalli og ef að skyggni slæmt eða annað þá hægt að senda drónan nær til að skoða betur og eins ef að falla flóð að skoða upptakasvæðin eða
eða mæla út flóðin og annað, þannig að það er svona ýmislegt sem við erum að skoða í því. Og eins var eftir skriðurnar á Seyðisfirði skoðað mikið með dróna bæði þetta skriðusárin og skriðan sjálf. Þannig að þetta nýtist í ýmislegt sko. En myndavélarnar sem að eru í drónanum, svona bara aðdrátturinn, eru þetta öflugar myndavélar með mikið zoom eins og sagt er? Já, þetta er, ég man ekki hvað þeir segja að sé margfalt optical zoom í þessu, en við getum zoomað hérna inn 40 sinnum eða eitthvað og þær eru líka sem sagt stabílar, þannig að þó það sé einhverstur á lofti þá er myndin alveg kyrr, þannig að það geta zoomað mikið og já, það er skýra mynd úr þeim. En svona bara fyrir ykkur þegar þið eru að fara yfir tækjabúnað, en þetta er á margan hátt bylting, gerið þið ráð fyrir? Já, þetta er svo sem bara eitt verkfærið í viðbót í verkfærakassan, en þetta er vissulega svona bylting í þessu, því að við erum svo sem ýmis verkfæri í kistunni, en þetta er góð viðbót.